fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Já, við ætlum að vera heldur á léttari nótunum í dag, enda ástæða til því nýlega lokið árlegri héraðshátíð héraðsmanna sem að sjálfsögðu gengur undir nafninu Ormsteiti. Og þegar héraðsmenn taka sig til og skemmta sér þá þarf hátíðin að standa í marga daga. Og þessi hátíðarhöld teygðu sig allt frá Möðrudal og inn í Fljótsdal til Egilsstaða, enda Fljótsdalshérað langstærsta sveitarfélag landsins að flatarmáli. Nú við byrjum á því að fara á súpuhátíð í Fellabæ, en fellamenn hafa alla tíð verið gestiristnir og það brást ekki á súpuhátíðinni. Þar voru okkar menn Heiður Ósk og Hjalti Stefánsson. Það eru bara sjálfboðaliðir í súpugerð og bjóða upp á súpu. Og við tíndum hérna lerkisveppi inn í Fellum og bjóðum upp á lerkisveppasúpu. Svo erum við búum hérna inn í sveit og við fengum lykt hérna hjá vinkonu okkar í Fellabænum. Og hérna hún veitir okkur aðstöðu en við hérna komum með veitingar. Og skreytingar. Og svo hagmælt. Hvað bjóðuð upp á hérna? Brauðsúpu. Og hvernig viðtökur fær hún? Mjög góðar held ég. Það er bara aukast. Rosa góðar. Svolítið óvinnilegt. Já, öðruvísi. Ha. Við verðum að vera svolítið öðruvísi líka.
Hvernig er súpan? Hún er bara alveg frábær. Ég hef nú bara fyrst getað smakkað þetta nánast, en reynda að smakka þetta reynda upp á Hallormsstað fyrir nokkrum árum síðan. Ég var bara steingleyma hvernig hún var á bragði. En hún kemur alveg ofboðslega vel á óvart. Ertu búinn að fara á fleiri staði? Nei, þetta er fyrsti staðurinn. Og ætlar á fleiri? Já, ég ætla bara að taka línuna. Mér finnst það bara vel við hæði að byrja hérna á frænda sínum. Hvernig er súpan? Hún er alveg sjúklega góð. Ertu búinn að fara á fleiri staði? Fór og fekk brauðsúpu hérna ofar í göttinu áðan. Hún var líka frábær. Og hvað er þetta margir staði, veistu það? Örugglega 6, ef ekki fleiri. Og ætlar á alla? En reyna. Nú daginn eftir súpuhátíðina hélt gleðin síðan áfram. Þá var haldin heljarmikil hverfahátíð, hverfin voru skreytt hvert í sínum lit og síðan ríkti karnevalstemning þegar íbúarnir komu saman í skrautbúningum og gengu fylltu liði til íþróttavallarins. Nú gömul virðuleg ökutæki og dráttarvélar í sparifötunum settu skemmtilegan svip á skrúðgönguna. Við erum búin að vera ótrúlega heppin hérna og ef maður horfir í brekkunum þá er eiginlega bara sól á fólkinu. Þannig að við erum ótrúlega glöð með þetta og það var ekki alveg svona gott í fyrra. En ég læðist á bæn, ég skal alveg viðurkenna það. Það á að vera þannig að menn hafi ekki allt of mikla væntingar, en menn vita alltaf sko þegar Ormsstætti byrjar og hverfahátíðin byrjar, þá breytist veðrið. Það sýndi sig í fyrra að gerði það, að vísu til hins verra, en núna bara kom sumarið með Ormsstætti og með hverfahátíðinu og við ætlumst til þess að það haldi áfram. Hátíðin á Ormsstætti Gunnar.
Þakka þann heiður sem mér er veittur hér í dag að bera nafnið héraðshöfðingi. Það er maður að fara að vinna með ótrúlega mörgum hæfileikaríkum einstaklingum og bara maður fara að sjá hvernig svona, hvernig bæjarlífið tekur kipp og allt bara breytist og maður er bara í því að bara fá fólk með sér í lið og gera eitthvað skemmtilegt og hafa gaman saman. Bæjarhátíðin hefur mikla þýðingu. Auðvitað er þetta fyrst og fremst fyrir í rauninni bæinn. Þetta er fyrir íbúana og auðvitað er eitthvað að brottfluttir koma og líta á gömlu heimahagana. En þetta er fyrst og fremst spurningin að hrista saman fólkið á svæðinu og þetta hefur mikla þýðingu. Og það er bara, maður finnur bara þetta jákvæða streymi sem verður samhliða þessu. Þetta er náttúrulega fyrir alla og við sjáum líka mikið útlendingu sem koma hérna og eru svona að byrja hvað er að vera og þannig að maður svona reynir að stýra öllum í réttar áttir eftir hvað er áhugamálin liggja og svona. Þannig að það er mikið hreyfing og hjóla keppnir og hlaupakeppnir og alls konar skemmtilegt og söfnin eru með okkur í þessu og það er bara ótrúlega skemmtilegt og svo náttúrulega krakkadagurinn á morgun. Ótrúlega vinsæll. Þegar á íþróttavöllin kom var dansað og sungið og fulltrúar hverfanna reyndu með sér í alls konar þrautum. Það var greinilegt að þarna kom fólk til að skemmta sér en ekki til þess að láta skemmta sér. Þarna ríkti svona samheldni og skemmtilega stemning. Svolítið mikið mál, jú. Enda byrjaði ég, snemma í haust að skipuleggja næsta hátíð og svona fá aðal skemmtikraftana og svo byrjaði ég eiginlega bara fullum krafti í janúar. Þannig að, jú, þetta er ekki helgarhátíð. En síðan er þetta náttúrulega bara mjög mikið fólki á svæðinu sem er sjálft að ákveða að koma með einhverja skemmtilega viðburði og skemmtilegir nýjir viðburðir eins og fylgir nýjum söfnum eins og óbyggðasöfninu. Ótrúlega gaman að sjá hvað þau eru kraftmikil og koma vel inn í hátíðina með okkur. Við þurfum einhvern veginn að komast yfir þessa 9.000 ferkílómetra og það veitir ekkert að, sem sagt, 10 dögum í það. Það er víða hægt að koma við og maður má hafa sig allan við að ná þessu öllu. Þannig að 10 er bara algjört lágmark í þessu. Persónulega finnst mér náttúrulega hreindýrahátíðin alveg geggjuð. Það er svona í mínu hjarta, það er svolítið svona einkennandi fyrir svæðið og bara frábæri skemmtikraftar, ótrúlega skemmtilegt kvöld. Svo endar það náttúrulega bara á rosalegu balli í Valskjálf. Þannig að ég hlakka mikið til. En það er, ef maður kíkir á dagskrána þá er þetta náttúrulega bara fyrir alla aldurshópa og við reynum að hafa þetta eins fjölbreytt og menningarlegt. Það er náttúrulega hverfin líka að taka sig saman og það er svona litaskipt og það er eiginlega mikið keppni á milli. Það eru verðlaun fyrir best skreytta hverfið og fallegasta húsið og best skreyttu götuna og það er svona, kemur keppni í fólkið og svo náttúrulega hverfaleikarnir. Þú er allir að keppa í sínum liðum. Þannig að þetta er gaman.
Allt klárt. Nú daginn eftir tók síðan alvaran við, en þá hófst hjólreiðakeppnin Ormurinn, en þetta var í fjórða sinn sem slík keppni fer fram. Og þarna var nú tekið á því, enda var þessi keppni fyrir mikla orkubolta. Það dugði ekki fyrir kyrrsetumenn að breiða sér á hjólið og taka þátt í keppninni. Það var hjólað umhverfis Lagarfljót og þar með umhverfis Lagarfljótsorminn, eins og nafnið á keppninni ber með sér, Ormurinn. Nú þeir sem tóku lengri ormin og hjóluðu 103 km fóru Fljótsdalshringinn að auki. Þeir sem tóku styttri ormin hjóluðu 68 km. 40 keppendur mættu til leiks og hafa þeir aldrei verið fleiri. Ungmenna og íþróttasamband Austurlands stóð að keppninni ásamt ferðaþjónustu fyrirtækinu Austurför og Fljótsdalshéraði. Ég alltaf að reyna, þú veist hvað ég meina, frægð og framandi lög. Slá í gegn, slá í gegn, þú veist ég þrái að slá í gegn, að einhverjum völdum hefur það reynst mér með. Ég myndi gera næstum hvað sem fyrir fræðina eins og þið vitið, nema kannski að koma. Hún bara frábær, ótrúlega skemmtilegt landslag. Brattari brekkurinn ég átti von á, menn í minni stærð, það var svona við elskum ekkert brekkurnar en að hafa vannst upp svona seinna í brautinni, mjög gaman. Sko ég vissi að það voru nokkrir menn þarna sem eru svipuðu styrkleik hvað ég, fyrst og fremst bara að reyna að hjóla þess með þeim og svo sjá hvort það væri eitthvað svona sem maður kannaðist ekki við og það voru nokkrir góðir hana og maður þurfti að hafa þessi alla við. Hérna eru að hjóla með fram fljótinu og inn í skógi og þannig að það er ótrúlega svona skemmtilegt að hafa bæði og bara mjög flott. Já, Hörður Elís sigraði keppinauta sína í karlaflokki í 68 km eftir harða keppni við Hjalta Þórhallsson.
Í kvennaflokki sigraði Hafdís Sigurðardóttir en Freydís Heba Konráðsdóttir fylgdi henni fast eftir. Guðrún Sigurðardóttir var ormsmeistari í langa orminum í kvennaflokki og bætti brautarmet sitt frá í fyrra. Raunar voru sett brautarmet í öllum flokkum. Í karlaflokki stóð Jónas Stefánsson uppi sem sigurvegari eftir harða og jafna keppni við Jóhann Thorarensen. Þetta var virkilega skemmtileg keppni, krefjandi og tók vel í. Hvað gerir hana svona krefjandi? Það lúmskar hæðabreytingar í brautinni allar hringinn og svo eru þessir malakablar líka mjög krefjandi og setja svolítið góðan svip á þetta. Hvernig lagður keppnina í dag upp? Þú settir brautamett, hvað taktík settir þú? Ég svo sem kom ekki með neina svakalega taktíkinn í þetta. Ég reyndi bara að byrja á tempói sem ég vissi ég geti haldið og svo erum við heppin að fá félagið minn í lið með mér á leiðin inn eftir sem var í stuttri vegalengdinni og við náðum að halda góðu róli á leiðin inn í dal og síðan reyndi ég bara að halda því eins og ég gat þangað til að við vorum orðin 2 saman í lengri vegalengdinni norður úr og reyndum að vinna þetta jafnt og þétt og svo í endan bara gaf ég allt sem ég gat og það dugði til. Hversu, þinn svona keppni sumar eða ár, hvernig, er þetta að taka marga svona þólkeppnir yfir árið? Ég nú reynda bara nýlega byrjaður í þessu götuhjólreiðum. Ég keppti fyrstu götuhjólakeppninni minni í fyrra sumar og í sumar, ég búinn að keppa í nokkrum keppnum og þetta svona alltaf stigvaxandi en ég svo sem ekki með neitt svakalegt æfingaprógram, ég bara hjóla eins og ég get. Af hverju, hvað sem heillaði við hjólreiðarnar? Þetta bara, hreyfingin svo góð í þessu og svo ertu líka bara úti í íslenskari náttúru og ég búinn að vera lengi í fjallahjólreiðum og þetta bara svona fylgdi einhvern veginn í kjölfarið og skemmtileg tilbreyting. Pabbinn vann í fyrra og setti að ég held brautamett þá. Þú ert að slá þetta alveg duglega, hvernig heldur það stemmingi verði á leiðinni heim? Hann var nú reyndar búinn að skipa mér að ég ætti að slá þetta brautamett í dag, þannig að ég vona að verði bara sáttur og sáttur með mig.